sest hjá mér Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra ferðamála. Velkomin Þórdís. Nú erum við að sigla inn í svona stærsta ferðamannatímabilið, sumarið er að hefjast, eiginlega bara í þessum töluðum með veðrinu úti. Sko, þú hefur sagt og sagðir þegar tilkynnt ætti að hækka þetta virðisaukaskattsþrep sem ég var að ræða hérna við panelinn áðan, það sé ekki lengur sérstakur rök fyrir því að stærsta atvinnugreinin sé á undanþágu varðandi virðisaukaskatt og áttir þá við ferðaþjónustuna. Og síðan þetta var tilkynnt þá hefur náttúrulega eðli málsins samkvæmt heyrst töluvert frá hagsmunaaðilum sem er ekkert endilega mjög ánægðir með þetta. Ertu ennþá á sama máli eftir að hafa heyrt í greininni? Já, sko, þetta var þessi áætlun breytingar á virðisaukaskattskerfinu birtast í fjármálaáætlun sem fjármálaráðherra leggur fram og fer inn í ríkisstjórn og samþykkt þar. Og þar með er það orðin áætlun ríkisstjórnarinnar sem að ríkisstjórnin þá vinnur samkvæmt. Ég held að ferðaþjónustan sjálf hafi svo sem alveg séð fyrir sér á einhverjum tímapunkti færi hún inn í hið almenna virðisaukaskattsþrep. Mönnum kann að þykja þetta of bratt og þessi tímasetning sé ekki góð út að gengi og frestur sé ekki nógu langur. Og ég heyri alveg hvað þau eru að segja og ég er alveg að hlusta og ég hef fundað mikið með hagsmunaaðilum úr greininni. Það breytir því ekki að það hefur stefna stjórnvalda í langan tíma að stefna að einfalda virðisaukaskattskerfið og þarna er 36% held ég fari rétt með hluti ferðaþjónustunnar að fara upp í hið almenna þrep og við erum á sama tíma að lækka efra þrepið. Tímasetningin þetta 1. júlí 2018, ég hef heyrt að það er sú dagsetning sérstaklega gagnrýnd. Ég get alveg tekið undir það ákveðnu leyti að það svona inn í miðju tímabili sé þessi breyting og svo 6 mánuðum síðar lækkið aftur. Það er örugglega ekki það heppilegasta fyrir atvinnulífið og mér skilst og hef heyrt að fjárlaganefnd hafi sérstaklega nefnt það sömuleiðis. Útfærslan á þessu eru þetta öll eftir og það kemur þá fram í frumvarpi fjármálaráðherra síðar á árinu og þá vinnum við með þá stöðu. En eins og ég segi, ég hef fundað mikið með ferðaþjónustunni og er alveg til í það samtal og svona ef að það birtast okkur einhverjir áhættu þættir hvað var þessa ákvörðun, þá tökum við á því og vinnum samkvæmt því. Sko, þessi breytingar til að meirihlutans, sko, hvernig í fjárlaganefnd, hvernig slær hún þig? Þeir eru að leggja til að þessi frekar skoða þessi komugjöld. Ertu búin að skoða það eitthvað sérstaklega? Hvernig liggur þetta fyrir þér? Sko, ég sagði nú þegar þessi breyting er lögð fram með virðisaukaskattskerfið að þar með væri við nú búin að taka aðra gjaldtöku eins og náttúrupass eða komugjöld svona til hliðar, sko. Það að ef það er á að breyta eitthvað útfærslu eins og virðisaukaskatts breytingu og hafa komugjöldin með þá er það eitthvað sem þarfnast á skoðunar. Það er ekki hægt að í mínum huga einhvern veginn anút í slíkt. Þá kunna menn að segja anút í hvað, það er búið að ræða komugjöld í langan tíma. Það er allavega eitthvað sem ég þarf þá að fara yfir og við auðvitað vitum að það leggst á líka á innanlandsflug og svo hafa komið upp hugmyndir að þetta sé hlut úr ári og annað slíkt. Þannig að þetta er þá breytt af því sem að nefndin óskar eftir því að ríkisstjórnin skoði þetta nánar og við gerum það. Ég meina nú leggur sko fjármálaráðherra þetta fram, voru þið búin að ræða þetta eitthvað sérstaklega eða kemur þetta þér í opna skjöldu eða hvernig er það? Sko, þetta kemur fram sem svona bara eins og vinnulagi í ríkisstjórnin að það svona er auðvitað rætt ákveðna hluti áður en að svona loka plaggið kemur fram. Það er ekki þannig að þetta hafi verið hugmynd sem hafi fæðst á mínu skrifborði. En eins og ég segi, þetta er í samræmi við stefnu stjórnvalda og hefur verið lengi og við bara rættum þetta í ríkisstjórn og þetta kemur svona þetta er niðurstaðan, en ég meina það var ekki margir fundir þessa tilhögun sko áður en að þessi hugmynd kemur upp. Þessi hugmynd hefur líka legið svo sem örugglega einhver tíma í ráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu, en það er alveg hægt að taka undir. Ég meina bæði viðskiptaráð til dæmis segir að það sé leggja til að þetta verði eitt þrep og þar með að það verði það 18,6% og það sé allt í lagi fyrir ferðaþjónustuna. Við erum að tala 22%. Þannig að það er nú svona sem ekki himinn og haf þar á milli, sko. Þannig að þetta er bara staða sem við vinnum með og ég held að við getum öll klárað okkur
frá því, sko. Tala um þetta hefði ekki verið hugmynd á þínu borði. Sko, hvernig lítur þitt borð út? Hvernig sérðu, sko, það er svo allir svo óþreyjufullir varðandi það að verða að gera eitthvað í þessum geira og bara hafa áhyggjur af innviðunum og umhverfinu og fleiru. Sko, svona, ef ég spyrir bara náttúrulega stóru myndina, það var, náttúrupassin var svona lausnin síðast en það gekk ekki upp. Hvernig vilt þú sjá þessi mál fara á kjörtímabilinu? Ég gæti örugglega að setja hér bara í marga klukkustundir og rætta. Það gengur ekki, nei. Þetta er auðvitað sá málaflokkur sem ég segi það bara hreint út sem tekur minn mesta tíma í ráðuneytinu. En mér finnst ótrúlega spennandi og forréttindi að fá að vinna með þessa stöðu, auðvitað í samráði við marga aðila. Það er þannig að við erum auðvitað að sjá fordæmalausan vöxt í þessu og ferðaþjónustan held ég að sé nú sammála því, allavega forysta hennar, að þessi vöxtur getur ekki verið sjálfbær til lengri tíma. Þannig að það liggur fyrir. Við erum í ár að sjá 2,3 milljónir ferðamanna og þarna finnst mér mikilvægt og ég reyna að nefna það sem oftast að það þarf að vera ákveðið jafnvægi í þessari umræðu. Annars vegar er það þannig að langflestir ferðamenn eru ótrúlega ánægðir með heimsóknina, TripAdvisor sýnir það, kannanir sýna það og við eigum að vera mjög ánægð með það og það er ferðaþjónustan á þetta stærstan þátt þar. Hvernig hún bregst við eftirspurn, hvernig hún þjónustar og kemur fram með ferðamannin er algjörlega til fyrirmyndar hjá langflestum og það er mikilvægt að halda því til haga. Hins vegar mega Íslendingar líka bara almenningur taka það til sín vegna þess að við öll tökum á móti þessum ferðamönnum og þegar að þess vegna þurfum við líka að hlusta eftir þessum svona samfélagslegu þolmörkum vegna þess að ef að almenningur fer að hafa minni þolinmæði gagnvart þessum fjöldaferðamanna eða hvernig honum er stýrt og annað að þá missum við, held ég, þann eiginleika að geta blómstra sem atvinnugrein. Það hefur líka mjög margt verið gert. Þannig á sama tíma segir, það er augljóst og það er mjög margt eftir. Það eftir að taka ýmsar stórar ákvarðanir og þær verða ekki allar vinsælar. Og ég er ekkert hrædd við það að mín áform eða okkar áform muni ekki öll ná fram að ganga. Ég bara gerir mig grein fyrir því, alveg sem með náttúrupassan. Sko ef einhverju halda að það hefði einhvern veginn allt í einu einn ráðherra ferðamáli komið fram með náttúrupassa, hann hefði flogið í gegn verið samþykktur og þar með væri búið að ljúka gjaldtöku, umræðu og stýringu. Þetta er ekki svona, sko. Þetta mun taka langan tíma að vinna þetta. Og ég daginn hitti til dæmis flottan mann frá Costa Rica. Costa Rica hefur auðvitað verið með sömu stefnu í ferðamálum í ykkur 25 ár og eru komnir langt á undan okkur með alla svona greiningar og þolmarkarannsóknir og annað sem okkur vantar og við erum að vinna í. Og ég meina þeir áttu líka sína spretti sko, ætluðu að fara í einhvers konar stýringu og það var heilt samfélag sem einhvern veginn lokaði á það og mótmælu og annað. Þannig að ég veit alveg að það verða hindranir í veginum en það breytir því ekki að það verður að taka ákvarðanir og þú verður bara að vera óhræddur við að sýna þína sýn. Og ég held að til dæmis við erum núna bæði að vinna því, Deloitte er að vinna það fyrir stjórnstöð ferðamála að fá svona þessar heildarskatttekjur ríkis- og sveitarfélagagreininni og svo nettóskatttekjur ríkis- og sveitarfélagagreininni. Þetta er mikilvæg forsenda til þess að taka áfram ákvarðanir. Við erum núna að hefja líka vinnu sem að þingflokkur Vinstri grænna kemur síðan inn í með skýrslubeiðnum þolmarkarannsóknir á svona náttúrusvæðum. Reyna að finna það út hvert er svona jafnvægis ástand hér á landi fyrir ferðaþjónustuna. Í dag erum við með tæplega 7 ferðamenn á hvern Íslending. Í Grikklandi er þetta eitthvað 1, 2, þetta er milli svona 1 og 3 á mörgum fjölsóttustu svona ferðamanna löndum. Það er eitthvað sem þetta er ein forsenda. Ætlum við að fara upp í 20 ferðamenn á hvern Íslending? Er það ferðaþjónusta sem við viljum sjá eða mun samfélagi þola það? Þetta þarf að hugsa í samræmi við vinnumarkaðinn, húsnæðismarkaðinn, innviða uppbyggingu og annað. Og þetta er síðan eitthvað sem er þá lifandi og það er ákveðin flöskuhálsar, með ákveðin náttúrusvæði sem að þola ekki kannski mikið fleiri ferðamenn á ákveðinu tíma. En þá aftur komum við inn í það, hversu mikið getum við til dæmis byggt upp innviða á þessum svæðum og stýrt. Það vantar aðgangsstýringu á ákveðin svæði. Þegar hún er komin að þá þolir þessi svæði mögulega fleiri ferðamenn. Eru einhverjar lausnir þar aðrar heldur en gjaldtaka inn á ákveðin svæði? Gjaldtaka er ein leið til aðgangsstýringar. Það getur líka verið, við höfum verið að fjalla um það hvort að það þurfa að vera einhvers konar svona sérleyfi eða þjónustuleyfi. Ég meina, náttúra á Íslandi er takmörkuð auðlind rétt eins og fiskurinn. Og ég held að við munum ekki geta haft þetta með engri aðgangsstýringu og algjörlega frjálst inn og út á hvaða svæði sem er. Og eins og ég segi, gjaldtaka er ein leið til aðgangsstýringan, en það eru alveg aðra leiðir líka. Og ég held að við þurfum líka að vera svolítið óhrædd við að líta til þess hvað önnur lönd, við erum ekki svo fyrstu sem upplifum það að fá allt í mikla fjölgun ferðamanna. Þannig að það er hluti af því sem ég til dæmis mun fara í ferð í haust, þar sem ég mun kynna mér þetta mér nákvæmlega mjög spennt fyrir því. Hvernig hafa önnur lönd tekist á við svona stöðu, sérstaklega lönd sem gera mikið út á náttúrusvæði og yfirfæra þetta, við þurfum ekki alltaf að finna upp hjólið, sko. Þannig að
ég er mjög spennt fyrir þessum verkefnum, ég finnst forréttindi að fá að starfa við þetta og ég vil bara komið skýrt fram að ferðaþjónustan hefur staðið sig með eindæmum vel í að bregðast við, hvort sem það eru stórir aðilar eða litlir smærri frumkvöðlar út allan. Sko, þú ert að lýsa því í rauninni að sko, það sé bara í rauninni allt opið, það sé verið að vinna alla þessa greiningavinnu sem að þarf að gera áður en hægt að taka svona afdrifaramiklar ákvarðanir fyrir svona stóra atvinnugrein. Sko, maður hlýtur að spyrja sig, sko, þessi fjölgunni á ferðamönnum hefur legið fyrir sko, mjög lengi. Og núna erum við einmitt að, eins og nefndir áðan, við erum að fara að taka á móti sko, 2,3 milljónum í ár. Af hverju er þessari vinnu, af hverju var hann ekki lokið fyrir löngu síðan? Hvað annað en náttúrupassin, ég meina það lá fyrir til að snemma á síðasta kjörtímabili eða svona mitt síðasta kjörtímabili að það myndi ekki ganga upp. Hvað var verið að gera í ráðuneytinu á þessum tíma? Sko, það var auðvitað komið á fót til dæmis stjórnstöð ferðamála. Sem að margir hafa sína á skoðanir á, ég hins vegar bind vonir við það vegna þess að þar ertu með ráðherra samgöngumála, fjármálaráðherra, umhverfisráðherra og ferðamálaráðherra. Svo ertu með greinina sjálfa og sveitarfélögin. Þannig að þetta er vettvangur sem að mér finnst mjög mikilvægur, sérstaklega þegar að það er framundan mikil stefnumörkun og vegna þess að það er kannski það sem hefur líka kannski verið hluti af svona áskorunu eða bara vandamáli, er að ráðherra ferðamála ber ábyrgð á því. Hins vegar ertu með samgöngumálin annars staðar. Þú ert með skatta og gjöld á enn öðrum stað og svo ertu með umhverfismálin öll sem er mjög samofið ferðaþjónustunni á enn öðrum stað. Þannig að það hefur verið svolítið erfitt að segja, heyrðu, ráðherra ferðamála ber ábyrgð á hinu og þessu, en tólin eru flest í öðrum ráðuneytum. Þannig að það hefur verið áskorun og þess vegna stjórnstöð ferðamála mikilvæg. Það hefur líka verið settir verulega auknu fjármuni til dæmis í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og var gert á síðasta kjörtímabili. Og þegar maður heyrir mjög reglulega að það hefur ekkert verið gert og það vanti alla innviðbyggingu, það er einfaldlega ekki rétt. En það er mikið af þeim fjármunum sem fara þangað komast í rauninni ekki alla leið. Nei, það hefur, ég meina þetta, sko, ég er ekki að segja að allt sem gert hafi verið gert alveg rétt í réttri röð og annað. Og fyrir utan það, ég hef svo sem heldur ekki forsendur til að dæma það öllu leyti. Hins vegar eru þetta líka að ákveðnu leyti vaxtarverkir og vaxtarverkir hjá stjórnvöldum, greininni og allstaðar er bara, sveitarfélögunum annars staðar er bara mjög eðlilegt með það ástand sem við erum í. Ég núna mun leggja mikla áherslu á, mér skilst að þingið sé að vinna ötulega því að klára frumvarp með framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem að breytir akkurat þessu. Af því það hefur ekki verið nægileg skilvirkni í þessu. Þú ert með umhverfisstofnun sem er ríkisstofnun á fjárlögum, sem er að sækja í sjóð sem er annars staðar á fjárlögum og svo einhvern veginn kemur í ljós seint síður hvort þau fá útdeilt. Við erum í þessu frumvarpi að taka þá þessar framkvæmdir á svæðum í eigu ríkisins bara út fyrir framkvæmdasjóð ferðamannastaða og það er inni í landsáætlun sem er í umhverfisráðuneytinu og við erum að setja fjármuni í þá áætlun í fyrsta sinn. Og framkvæmdasjóð ferðamannastaða er þá fyrir einstaklinga og sveitarfélög og ekki lengur bundið til dæmis við einhverju öryggisástafanir fyrir einstaklinga. Heldur er þá, þannig ertu komið svona eitt allavega verkfæri, þá ráðherra ferðamála komin með, til þess að reyna til dæmis að koma seglum á út landið, til þess síðan að koma ferðamönnum og dreifa þeim betur land. Þórdís Kolbrún, takk hérlega fyrir komuna. Silja Bára Ómarsdóttir sest hérna hjá mér eftir örskamastund.